Komið þið sæl og velkomin í Grænvarpið, hlaðvarp Landsvirkjunar. Hér hjá mér Rafnar Lárusson, hann framkvæmdastjóri fjármála og upplýsingatækni hjá okkur hjá Landsvirkjun og hann ætlar svona að segja okkur aðeins frá vegferð Landsvirkjunar og þróun á fjárhagsstöðunni undanfarin ár og kannski síðasta rúma áratuginn sem að hefur verið svona tölverð vegferð og vertu bara velkomin Rafnar. Takk fyrir. Grænvarpið. Við kannski byrjum á því að þú segir okkur aðeins svona frá sjálfum þér persónulega. Hver ertu, hvaða manna ertu, hvaðan ertu og þar fram eftir götunum? Segðu þig. Hana nú. Já, segðu. Jú, eins og svo að ég fæddur uppalinn í Hvassaleitinu, Reykjavík og bjó þar alveg fram í tvítugt þegar við hjónin byrjum að búa saman. Þannig að ég fyrir Hvassaleitsskóla og síðan bara lærlingandi í Versló á síðan tíma. Upp í háskóla, tók þar viðskiptafræði, fór síðan erlendis og tók master í fjármálum, tók master í stjórnun og stefnumótun upp í HÍ og núna þar í doktorsnámi samhliða það vinnu hér. Kvæntur Þorbjörgur, búin að vera saman núna í rúm 30 ár. Við höfum 3 föðurbetrunga sem eru nú svona gullin í mínu lífi. Þannig að bara svona kannski stutt ágripa af því hvaðan ég kem. Þið búið þarna í Kópavoginum? Já, í dag búin í Kópavoginum. Þið eru með þarna eitt svona en það er í bekk með dóttur minni? Það vill þannig vera, heldur það sé. Þetta ótrúlega tilviljun. Já, kona mín, þegar hún búin barnfæddur Hafnfirðingur og Gaflar í raun, að hún vill meina það að við sem að fara úr Reykjavík og Kópavoginn og smá saman í Garðabæinn, endur sín í Hafnarfirði þegar komin í ellina. Þannig að hún náði mig þangað á endanum. Þannig ég byrjaði að vera vegferðinni. Frábært. En hvernig vildi það svo til að þú reiðasti til Landsvirkjunar til að stýra fjármálum fyrirtækisins? Hvenær var það, segirðu? Já, mér finnst það eins og það hefði gerst í gær, en það eru verið 15 ár. Og þá var ég að vinna hjá frábæri fyrirtæki sem að Actavis, sem var þá fjölþjóðlegt hliðarfyrirtæki. En starfið sem ég sinnti þá, sem var þá yfir fjárstuðningu samstæðunar, að það var flytjast til Sviss og spurningi var bara hvort að ég ætlaði að flytja þangað með fjölskylduna og allt eða þá breyta vettvang. Og í mín tilviki þá svona hugnaðist mér síður kannski að fara með að þeim tíma alla fjölskylduna erlendis. Þannig að þá ákvað ég bara að líta þess í kringum mig og þá akkurat var auglýsa stöðinu hér. Þannig að sóttum það og síðan, eins og segir, 15 á liðin, eins og gerst það í gær. Já. Og af hverju skipta fjármál Landsvirkjunar máli? Sko, í öllum fyrirtækjum skipta fjármál máli. Þau eru raun blóðið sem flæður fyrirtækið, passar upp á að það sé til þetta greiða hluti og innkoman sé í raun faglega farið með hana. Þannig að ef fjármál eru ekki góða málum þá eru fyrirtæki oft á tíðum illa sett. En hjá Landsvirkjun kannski að aukinreitis það að bæði fyrirtæki stórt á íslenska mælikvarða, við erum í eigu ríkisins og erum þjóðurinn allrar. Þannig að bæði þá var það miklir fjármunir sem að fara bæði inn og út ásamt því að í raun, mikilvægi fyrirtækisins íslenskar þjóð þannig að þú stýrir fjármálum vel. Það bara þannig og það hefur alltaf verið gert. Þannig að það eru raun bara grunnskilyrði fyrir því að fyrirtæki við getum starfað. Þannig að það fylgir því mikil ábyrgð að stýra fyrirtæki eins og Landsvirkjun sem fer með þessar auðlindir. Það gerir það. Það er bæði ábyrgð sem fyrir felst að halda utan þessar eigur en líka auðmýkt að því að hvað erum við að gera annað en að við erum með auðlindir þjóðarinnar sem við erum hvern dag að nýta og þar aðeins ábyrgðin mikið og auðmýktin að skila þeim auðlindum aftur til þeirra sem eftir okkur koma. Þannig að þau geti áfram nýtt þær fyrir þjóðina. Þannig að þetta er svona blanda vissum svona hlutum sem að gera að starfa hjá Landsvirkjun alveg einstakt.
En ávinningurinn af starfsemi Landsvirkjunar, hann náttúrulega væntanlega í grófum dráttum svona tvíþættur. Það annars vegar þá ávinningurinn fyrir eigandann, ríkið og þjóðina sem felst í þá arðgreiðslum eða fjárhagslegum ávinningi og svo þetta nú svona eiginlega súrefni samfélagsins raforkan sem fyrirtækið vinnur, ekki satt? Algjörlega, því að eins og þú segir sko Ísland og lönd heimsins geta illa gengið upp ef það er ekki ramman. Og ég okkar til að gera þannig að við vorum tilbaka aftur og séu bara sögu Landsvirkjunar og ég hagvaxtar sögu Íslands að þá eru þau mjög samhliða yfir þessi til dæmis 60 ár sem Landsvirkjunar núna orðin. Af því að þú þarf þessu uppbyggingu á orkunni til þess geta síðan fætt eins og segir með súrefninu aðra starfsemi í landinu. Hvort sem það er ekki stóriðju eða það bara það að heimili smæri fyrirtæki er að fjölga og að stækka. Þannig að þú þarf þetta súrefni. Og það er sem svo nauðsynlegt fyrir fyrirtæki svo Landsvirkjun sem er stórt á íslenska mælikvarða og kannski með góða hlutdeild á markaðnum að sinna þessu verkefni af alúð. Þannig að það sé áfram hagvöxtur á Íslandi. Þannig að það er svona samhengi á milli lífsgæða í landinu og starfsemi fyrirtækisins. Alveg 100%. Af því að síðan sko, þegar að fyrirtækinu er vel sinnt, rekstrarlega séð, að þá er þessi ábati sem er að skila sig annars vegar í hagvextinum, að hann er þá líka komið í gegnum tekjurnar okkar og skila þar alveg eins og bentur á áðan, arðinn til eigandans. Við erum búin að borga núna á síðustu árum svona bilinu 20-30 milljarða í arð og á ári. Og ef við spólum tilbaka aftur, það er mikið að vera með aftur meira kannski 5-10 ár, þá kannski voru að borga í kringum milljarð. Og í þá dagana komum við fram á fundum og sögðum að innan tíðar myndum við borga bilinu svona 10-20 milljarði arð. Margir þá svona voru nú trúðu nú illa á þær tölur því að 1 milljarður upp í 10 milljarður, þetta er mikið stækkun. En nú erum við komin þar stað að við nú erum að borga 20-30 milljarða á hverju ári til eigandans sem fer það bara inn í ríkissjóð og þá nýttur það til góðra verka. Þannig að þú ert með bæði hagvaxtarvinkilinn og síðan þennan arðvinkil sem er svo mikilvægur að fólki finni það að þegar maður nýta auðlindirnar að íslenska ríkið og þjóðin er í raun líka að fá ávöxtun af þeim. Þessi vegferð, við getum kannski lýst henni aðeins fyrir okkur stöðu fyrirtækisins fyrir kannski 10-15 árum eða hvað það nú er og hvernig markvisst hefur verið unnið að því að bæta hana á þessu tímabili. Hvernig hefur það verið gert? Sko, ef við förum tilbaka aftur bara frá stofnun, þá fyrirtækið stofnaði kringum það 1965 að sjá að stóriðið sem kemur til landsins fá við raforku á góðum kjörum. Alla tíð síðan þá, þegar ný fyrirtæki hefur að koma, þá hefur það verið talað um það að þegar að kemur að því að fyrirtækin eru komin á gott rek og það kemur að endursamningum, að þá muni vera meiri þá afgangur eftir fyrir Landsvirkjun. Síðustu svona 15 árum eða svo, þegar ég kem, að þá er Landsvirkjun nýbúin að koma undan miklu framkvæmda tímabili. Það sem að Kárahnjúkavirkjun var byggð, það fljóstaðstöðin sem köllum hann í dag, og þar að leiðandi var fyrirtækið skuldsett, en það sem kannski kom í ofan á lag var það að þarna var nýlega búið líka að vera fjármálakreppa í heiminum. Þannig að aðstæðurnar voru svo sem ekkert bjartar á heimsmörkuðum. Það erfitt að sækja lán og fyrirtækið eins og Landsvirkjun á þeim tíma var skuldsett bara af því að það var nýbúið að byggja fljótsdal. Og erlendri mynt. Það var erlendri mynt og aftur á þeim tíma var erfitt að sækja hana. Það var þólega peningar voru ekki mikið að flæða milli landa. Þannig að það var alveg auðsýnt að á þeim tíma að fyrsta lagi þá þurfti að minnka skuldsetninguna. Að sér það að skuldir þess tíma voru svona 400 milljarðar króna eða svo. Og við horfum að það samhliða rekstrum, þá vorum við í kringum svona vel yfir 10 sinnum netto skuldir á móti EBITu, sem að er alveg hressilegt fyrirtæki okkar að gera.
sem sagt skuldir sem hlutfall af svona rekstra hagnaði. Já. Þannig að þá átti að tala um það að þurfti raun 10 ár af samskonar ekstra hagnaði til þess að borga hann skuldirnar. Og þá skuldirnar einungis, enga arðgreiðslur, ekki neitt. Þannig að þetta var alveg einsýnt að það var að fara í þessa vegferð að lækka skuldir. En á sama tíma vorum við einnig að fara á stað með nýjar framkvæmdir. Þannig að á þessum 15 árum sem hafa liðið, að það sem við hefum gert, við hefum bætt við 15% af nýri orkuvinnslu í kerfið. Samhliða því höfum við farið úr þessum rúmum 400 miljardum og erum komin undir 100 miljardar. Þannig að skuldir okkar eru fjórðungur af því sem var á þeim tíma, þráttur að hafa seint uppbyggingu. Þetta er alltaf gert bæði með því að í þessum endursamningum sem það komið að, þannig að þessi gömlu samningar sem eru gerðir þegar að fyrirtækin voru svona hefja sína starfsemi hér, aðalega þá í stóriðunni, að það fórum við það að við vorum að endursemja við þessa aðila. Og vitanlega kalla svona endursamningar á ekki alveg sammála. Þannig að stundum miklir hagsmunir. Í það náttúrulega það eru gríðarlegir hagsmunir í húfi. Og við vitum það að hér eru fyrirtæki að fá endurnýjanlega orku og uppbyggtími orkuna er líka mjög góður, þannig að þú ert að fá mikil gæði. En sannarlega þegar að hækkanir eiga sér stað, að þá kalla það náttúrulega á það að einstaklingar þurfa að koma saman og finna niðurstöðu. Stundum enda það í fjölmiðlum, stundum kalla það sem tókstætu, en í lokin var endur samið á hagfelldari kjörum, þannig að báðir aðilar gátu vel við unnað. Þannig að Landsvirkjun jók tekjur sínar, en fyrirtækin, og þá erum við að tala um stóriðuna, þessi stóru fyrirtæki sem eru stærstu viðskiptavinir fyrirtækisins, þeir fóru að borga svona verð sem var sambærilegt við það sem svona gengur og gerist annars staðar. Þeir fóru að borga sambærilegt verð eins og við vinnulöndum okkar og þar af leiðandi sem sagt að aðeins öðruvísi skipting á kökunni, en sannarlega þannig að báðir aðalega geta staðið hvað kreistir eftir og sinnt sínum störfum og verið samkeppnishæf. Af því að það er grunnskilyrði hjá okkur að okkar viðskiptavinir séu samkeppnishæfir og það náttúrulega bæði hefur sinnt með því að vera með góða vöru en líka verið að styðja fyrirtækin þegar þau hafa verið að stækka. Þannig að í gegnum tíðina að þá hafa flest öll fyrirtækin verið að vinna að einhvers konar stækkunar möguleikum eða aðeins hagræðingu og þá höfum við stutt þessi fyrirtæki með ráðum og dáðum. Og þarna höfum við verið að byggja upp þennan grunnkúltúr á sama tíma og við náttúrulega sýndum aðhald í okkar rekstri. Það hefur náttúrulega alltaf verið gert í 60 ára sögu fyrirtækisins, en á síðustu svona 10-15 árum að þá höfum við verið að markvisst að vinna þessu að ná þessari skuldsetningu niður. Og staðan þannig núna hjá okkur að í staðin fyrir að þú þurfti 10 ár fyrir réttum 15 árum síðan, að þá ertu komin núna niður í réttum 1 ár. Þannig að þessar netto skuldir á móti restan hagnaði er núna réttur rúmlega 1. Borga skuldirnar á 1 ári, netto skuldirnar. Það er raunhægt. Já, einmitt. Og þetta er þessi stóra breyting sem er og samhliða þessu að þá hefa lánshæfismatsfyrirtæki og það eru sem sagt erlendir aðilar sem er að kannana fjárhagslega getu Landsvirkjunar. Þeim upplýsingum til þeirra sem er að lána okkur og gefa þannig svona hlutlaust mat á því hvað fyrirtækið er vel sett til þess að geta greitt tilbaka skuldir sínar. Og þau hafa verið að hækka okkur í einhvernum, þar að segja fá betri og betri einhvernir hjá þeim yfir þessi 15 ár. Þannig að við erum svona komin á þann stað núna að fjármögnun fyrir okkur er orðið mjög hagfelld. Og þetta náttúrulega kemur allt þessu samleikjandi áhrifum á því að greiða skuldirnar, bæta tekjugrunninn okkar og sýna aðhald í rekstri. Já, þannig að þá lækkar vaxtakostnaður og auðveldar að fá lán. Algjörlega, af því að sko í grunninn séð hjá okkur eins og öðrum fyrirtækjum að þá fer okkar sjóðstreymi, það er peningarnir sem að sitja í bankanum, fara fyrst í að borga niður lán og borga vexti af þeim og í annan stað fara það að borga arð til eigandans. Þannig að þeim minna sem þú þarft að borga í vexti, þau meira er eftir fyrir eigandan.
Svo bætast við fjárfestingarnar. Algjörlega, eftir hver fyrirtækin á sinni lífsleið, að það þarf alltaf að vinna endurbótum í sínum rekstraverkjunum, eða sínum rekstri, en hitt líka eftir að stækka. Já. Og það náttúrulega er kannski sá hlutur sem við erum alltaf að vinna í, er að bæta í raun fleiri virkjunum í okkar rekstur. Og af hverju það? Jú, annars erum við að styðja þessi fyrirtæki sem eru með í gangi í dag. Við erum að líka fá ný fyrirtæki til landsins. Allt þetta miðar að því að auka hagvöxt í Íslandi með nýjum bæta lífskjör landsmanna, bæta atvinnumöguleika. Síðan eru einstaklingar og smæri fyrirtæki þessur utan. Okkur er fjölga. Við erum að nýta okkur núna til dæmis orkuskiptin, við erum að fara rafbíla og allt þetta kallar á meiri notkun rafmagni. Og þarna hefur við staðið í 60 ár, margir þjóðarinnar, og gerum það náttúrulega áfram. Þannig að núna náttúrulega erum við að sjá fram á það að nú eru framkvæmdir aftur að hefjast, en við erum á alveg afskaplega góðum stað í dag til þess að hefja þá vegferð. Einmitt. Það kannski hefur verið aðeins í umræðinni að við hefðum viljað kannski byrja fyrr. Hvernig eru svona horfurnar með það? Sko, þetta er svona þessar virkjanir sem við höfum eru eitthvað lengst komnar hjá okkur, það er hafa tafist einsum ástæðum meðan annars leyfis ástæðum og svo leiðis. Hvenær getum við þá farið að sinna þessari auknu eftirspurn almennilega? Já, við erum að gera allt sem við getum til þess að koma sér í gang. Og eins og staðin núna þá svona erum við minnst kosti að framstíginu, bæði varðandi Búrfellslund hjá okkur og Hvammsvirkjun. Við erum að sinna líka því að vinna varðandi Sigöldu, stöð sem við erum ekstra hjá okkur í dag, að bæta eins við hana. En það sem er að gerast náttúrulega í náttúrunni er það að það er meira vatn að renna í gegnum okkar ár, sem geta verkum að virkjanir sem kannski voru settar upp með við vatnsrennsli í 1970, 80, 90 svo framvegis. Að nú getum við nýtt að betur bæði með því að breyta núverandi túrbínum eða þá eins og þarna bæta við túrbínum. Og síðan eru líka að skoða fyrir norðan og það er jarðvarminn þar. Bæði er það að bæta við túrbínum, við erum komið með 2 túrbínur í Þeistareykjum, en líka að tuga með toppþrýsting og fá þannig í raun aukna vinnslu úr þeim hólum sem við erum að nýta í dag. Þannig að við erum ekki allt sem við getum sem koma þessu áfram. Að því við vitum það að við erum hver dag, hver mánuð, hvert ár sem þetta tefst, þá bæði seinkar tekjum til okkar og þar leiðandi arðgreiðslur, en líka að það er þessi margfeldis áhrif sem að fyrirtækin sjálf, sem er þá að kaupa raforkuna okkur, eru ekki að ná. Að nýta hana síðan áfram í þeim vörum aðra sem þau eru svona. Fórnarkostnaðar við það að framleggja rafmagn. Það er rosalega kostnaði við það fólkin. Sem aldrei sést. Nei, af því að sko, kannski áskorun við þetta, það er ekki einhver lína í rekstræðingi sem segir tap vegna þess að hafa ekki byrjað. Og þannig að þetta verður svona óaþreifanleg tala, en hún er raunveruleg fyrir þá sök að alla tafir, af því að við erum í raun eins og nú er áskorun hjá okkur í kerfinu varðandi að við höfum ekki náð að koma virkjunum í gang, þannig að það reynir alltaf meira og meira á kerfi okkar því að við erum alltaf Ísland að vaksa. Þannig að við þurfum að fara að bæta við til þess að bæði að styðja undir núverandi kerfi, en einnig til þess að leyfa Íslandi og hagvextinum þar að leiðandi að vaksa áfram. Það er svo nauðsynlegt bæði fyrir okkur sem þjóð og líka bara atvinnuuppbygging á fleiri landinu. Og við erum alveg, fyrirtæki Landsvirkjun er alveg í stakk búið til þess að bretta upp ermar og gefa svolítið í með þessa fjárhagsstöðu. Það er eins og þannig að því að nú eins og ég nefndi áðan, við erum 60 ári ár. Þannig að við horfum tilbaka á 60 ára sögu fyrirtækisins, að það á Landsvirkjun aldrei nokkuð tíman verið betri fjárhagslega stöðu en akkurat í dag. Aldrei í þessi 60 ár. Eigin hlutdeild okkar hefur aldrei verið hátt. Við erum komin í rúmlega 60% hlutdeild þar.
og síðan skuldsetningin okkar, eins og nefnda á, er eftir 1,5 sem aldrei nokkuð tíma reisla á. Þannig að aldrei hefur verið betri aðstöð nú til þess að fara í þessar framkvæmdir. Einmitt. En svona þegar við horfum á virkjunarkosti, þeir eru náttúrulega ýmsir og þeir eru vantanlega ekki allir standa, ekki allir jafnfætis, það er að segja, það verður þeir eru mishagkvæmir, ekki satt? Jú. Hvernig hvernig staðan í hagkvæmni virkjunarkosta hérna þeirra sem við höfum úr að velja? Það sem gerist náttúrulega með tíð og tíma er að hagkvæmni oft á tíðum verður verri og kannski sérstaklega þegar að horfa á vatnsafl og jarðvarma, þar sem að á mörgum hliðum þá er tæknin þar er ekki að ná, hvað við sjá, tæknin framfærir ekki miklar. Af því að þetta er tækni sem er búin að vera til fleiri 100 ára, þannig hún er búin að ná vissi svona hagkvæmni. Það getur alltaf bætt aðeins hvernig svona smáatriðin í þessu, en svona stóru breytingar er ekki að breytast. Og þá veltur það á því hvernig virkjunarkosti við höfum hérna á landinu. Og við talið gegnum árin að hafa margir að betri kostunum verið þegar virkjaðir. En það eru góðu kostir að það úti. Það sem kannski hefur gerst á síðustu árum er að hagkvæmni í vindi og sól hefur aukist til mikilla mjöna. Þar hafa orðið stórmikla framfarir í tæknimálunum. En sérstaklega kannski frá því að Úkraínustríðið byrjaði, að þá hefur verð á málmum og öðru sem fylgir í þessar bæði vatnsafl, jarðvarma, vind og sólar. Það hefur hækkað þó nokkuð, sem gera verkum að þetta er ekki eins arðbært og það var, en að samanskapi er þetta kostið sem við erum að skoða, sérstaklega núna í vindinum. Sólin er því miður ekki eins og staðan er vænlegu kostur í Íslandi vegna þess hvernig við erum norðarlega á hnettinum og þar að leiðandi takmarkur sól hjá okkur, en vindurinn er hagkvæmur. Það vitum við sem búum hér á Atlantshafinu að það er stöðuvindur, þannig að vindkostirnir að þeir eru ágætlega hagkvæmir fyrir Ísland. Einmitt. Og þessna erum við bæði að skoða það núna, ásamt því að fara í vatnsafl og jarðvarma sem að við þekkjum vel, en kostnaður þarna er eitthvað sem við þurfum alltaf að vera vakandi yfir. Af því að með til dæmis vatnsaflið sérstaklega, að stofnkostnaðurinn byrjun það eiginlega myndar kostnaður við virkjunarna. Rekstrarkostnaðurinn í kjölfarið er ekki mikill. Jarðvarminn er aðeins öðruvísi, það er svona aðeins með rekstrarkostnaður yfir tíman, en vindur þá getur líka þanniglega séð læstan inni með því að festa rekstrarkostnaði. Þannig getur svona séð fljótlega í byrjun hvað kostar að reka þetta safnstöðvar næstu árin. Vatnsafl náttúrulega er einstakt og við erum þar lánsöm Íslendingar að hafa í raun byggt stóran hluta af okkar orkuvinnslu á vatnsafli, sérstaklega á Landsvirkjun. Af því að þarna ertu með virkjanir sem að duga kannski 150-200 ár án þess að fara í miklar endurbætur. Jarðvarminn, við erum með okkar elstu virkjun kringum 50 ár í dag, sem gengur vel. Vindurinn, hann er ekki við þennan sama líftíma, en það er auðveldar þá að skipta út vélhúsunum. Þannig að allt þetta þarf að taka til og skoða þegar þú ert að velta fyrir þér á ég að fara í framkvæmd eða ekki. Af því að framkvæmdin verður að skila einhverjum arði. Og svona, hvað við segja, þeir vextir að ávöxtunar krafa getur sett á svona virkjun, að hún samanstendur á tveim hlutum. Þú þarft að hafa lán fyrir henni, þannig að þú þarft að borga vexti til lánveitandans, og það náttúrulega hefur við verið að lækka okkar kostnað með því að bæta okkar lánshæfismat og hitt þú þetta greiða arð til hluthafans. Hann þarf líka að sína vexti fyrir þann pening sem hann setur inn í fyrirtækið. Og þetta tvennt saman, það myndar þetta lágmark sem þú þarft að ná til þess að virkjun geti staðið undir sér. Það er ekki hægt bara að vaða í hvaða virkjunarkost sem er. Nei, það er bara ekki hægt. Þú getur, ef þú velur dýran kost sem að virkar ekki, þá ertu raun að eyðileggja verið fyrirtækisins. Af því þá ertu að taka einhvern aðeila út af borðinu með þá vexti sem viðkomandi vill fá.
einmitt, að þú þarft að mæta lánveitendanum, þú þarft að mæta eigandanum. einmitt. Svona að lokum, hver eru svona horfurnar þá í fjármálum Landsvirkjunar á næstu árum og hérna ef þetta svona gengur eftir og allt gengur vel? Sko, Landsvirkjun eins og ég nefndi á hann er alveg einstökum stað í dag. Við höfum aldrei verið betur fjárhagslega stödd en núna. Lánshæfismat okkar er þannig og þetta vil sá samkeppnin okkar í Skandinavíu. Það er að segja svona sambærileg félögs okkar sem er byggð upp í grunninn séð af ríkinu og það sumir hafa kannski eignarhaldið hafa aðeins breyst. Að þá er raun bara eitt félag í Noregi sem er betra lánshæfismat en við. Hin þrjú, Svíþjóð, Danmörk og Finnland, eru með verra lánshæfismat en við. Þannig að í dag stöndum við á ótrúlega góðum stað. Það sem við erum líka búin að gera, við erum búin að vera í samskipti við okkar lánshæfismats fyrirtæki í tengslum við þar framkvæmdir sem við erum að fara út í. Þannig að fyrirtækið er búin að meta það inn í einhvern í dag og er að gefa okkur þessa líka ágætis einhvern fyrir það. Það segir okkur það að núverandi stað okkar að þrátt fyrir þessar framkvæmdir að þá er hún áfram mjög sterk. Já. Þannig að við munum aldrei eins og ná því að fara í þessa sömu skuldastöðu og við vorum í fyrir 15 árum síðan af því fyrirtækið er bara miklu sterkari grunni í dag en það var þá. Já. Þannig að þrátt fyrir að við þurfum að sækja peninga núna til þess að fjármagna þessar framkvæmdir að þá er samt grunnurinn í fyrirtækinu, fjárhagslegur styrkleikin er ennþá mjög, mjög góður. Já. Og þar að leiðandi er fyrirtækið áfram með þann grunn að geta borga ríkinu arðgreiðslur þrátt fyrir að standa í framkvæmdum af því að þær munu síðan leiða til þess að arðgreiðslurnar hækka þegar að framkvæmdinu komnar í rekstur og þær verða að skila peningum. Af því aftur, lánveitandi fær eitthvað pening en eigandinn, íslenska ríki, íslenska þjóðin, hún fær líka arð af þessu fjárfestingu. Þetta eru fyrirtaksloka orði þessum þætti Grænvarpsins. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna, Rafnar. Takk fyrir mér. Og við sjáumst í næsta og heyrumst í næsta þætti af Grænvarpinu. Takk fyrir.